Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Nú ætlum við að forvittnast aðeins norðurslóðirnar og sjónaukann og hún komin til mín, hún Eydís K.R. Sveinbjarnardóttir, forseti heilbrigðisvísindasviðs Háskólans á Akureyri, velkomin. Takk. Og dósent. Og dósent, takk. Sjónaukinn er nýafstaðinn, segðu okkur aðeins hvaða fyrirbæri það er. Já, við erum að reyna að halda árlega ráðstefnu, heilbrigðisvísindasviðið við Háskólan á Akureyri. Og það er svo sem verið ráðstefnur áður við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. Það er ekki eins og ég sé að finna upp hjólið eða sviðið mitt. En við byrjuðum á svona nafnasamkeppni og héldum sjónaukann síðastliðið ár og héldum að núna í annað skipti þetta ár. Og við erum alltaf með svona eitthvað þema og fáum þá svona aðalfyrirlesara til þess að vera með fyrirlestra og oft tengist þá efni BS og MS verkefna. Í ár voru við með þess að 20 BS-nema, 43 sem voru með meistaraverkefni, kennarar og svo þeir sem sendu inn erindi. Þannig að þetta er svona mikil hátíð hjá okkur og við erum alltaf að reyna að involvera eða fá samfélagið með okkur í þetta. Og til dæmis bara í gær, þá var ég að tala við þau á Sjúkrahúsinu á Akureyri og af því að fólk til dæmis í heilbrigðisgeiranum sem er á vöktum og erfitt með að koma á ráðstefnun okkar, að þá datt okkur í hug að á næsta ári að þá myndum við bara halda eina sessjón á sjúkrahúsinu, skilurðu, þannig að þá kæmist vaktavinnu fólkið á fyrirlestarna því oft er þetta heilbrigðismál og hvernig við veitum þau og þjónustuna innan sjúkrahúsa. Í ár var þema, hvað segirðu? Norðurslóðir, áskoranir og tækifæri og það kemur nú til vegna þess að bæði er það í stefnumótun Háskólans núna 2018-2023 að í rauninni efla rannsóknir innan Háskólans varðandi norðurslóðafræði og heilbrigðisvísindasviðið er svona uppfylla stefnumótuna þarna og við höfum svo sem alltaf lítillega verið að rannsaka efni á norðurslóðum sem tengjast norðurslóðunum og að kennum það en við viljum efla það enn frekar og kannski viljum við efla það enn frekar af því að Ísland er núna 2019-2021 með formennsku í Norðurskautsráðinu og Háskólinn á Akureyri er bara öflugur þáttakandi í þeirri formennsku bæði af því að skólinn er með mjög margar stofnanir sem tengjast norðurslóðum. Bara það sem sú stofnun sem flestir þekkja er stofnun Vilhjálms Stefánssonar en svo eru fleiri stofnanir innan Háskólans. En sviðin, viðskipt og raun, hug- og félagsvísindasvið, heilbrigðisvísindasvið er líka að taka þátt. Við erum með að kenna eitthvað sem heitir Polar Law og heilbrigðisvísindasviðið hefur verið í samvinnu við önnur norðurslóðalönd eða lönd sem tilheyra Norðurskautsráðinu með ýmsar rannsóknir. Og talandi norðurslóðir, er þetta ekki eitthvað svona frekar nýtilkomið? Við höfum alltaf talað kannski Evrópu, Asíu, Norðurlöndin en svo eru norðurslóðir og Arctic Circle. Hvenær hófst þetta samstarf svona einhverju ráði? Það var náttúrulega Arctic Council eða Norðurskautsráði, það var stofnað 96. Og ég er svona til gamans hérna þegar ég var með mitt erindi núna á sjónaukunum að þá var svona spurningar til landana sem tilheyra Norðurskautsráðinu var að vera að spyrja almenning, vitið þið hvað þetta er? Og það var gert 2010 og 2015 og þar kom í ljós að Íslendingar vissu mest það. En það kemur sennilega til að því fyrrverandi forseti okkar, Ólafur Ragnar Grímsson, hefur verið aktífur í þessum málum og þess vegna hefur þetta verið í fréttum hér og þess vegna vitum það. En það skiptir máli að í þessu norðurskauti þá eru öll Norðurlöndin og þau eru 5 og þar heitir, og Grænland er sem sagt þar inn í Kingdom of Denmark og síðan er það Rússland og það eru Bandaríkjamenn og Kanadamenn. Þannig að þetta eru 8 lönd sem tilheyra Norðurskautsráðinu. Gott að fara einmitt yfir þetta því að maður er með svolítið kannski óljósa hugmynd þetta hugtak, en þetta eru öll þessi lönd. Já, og þarna, og á norðurslóðum sem eru svona skilgreiningin, það er eftir hvar þú skilgreinir, það er svona mismunandi skilgreiningar á þessu, að þá er alveg 4 milljón manna sem búa á þessum slóðum og af þeim eru svona, talað að séu
10% sem eru frumbyggjar. Og það kannski viðkvæmasti hópurinn sem lifir á norðurslóðum, það eru frumbyggjarnir. Og hérna... Eru það ekki aðeinslega inúítar þá eða? Nei, það eru samar, það eru inúítar, það eru alls konar þjóðabrot og það alveg fjöldinn allur af sem sagt tungumálum, fjöldinn allur af menningu og hefðum, en þessi frumbyggjar lifa ofta á gæðum landsins og af því að við erum að fást við loftslagsbreytingar og breytingar á umhverfinu, að þá hefur það mikil áhrif á lífsskilyrði þessa fólks og auðvitað hefur það áhrif, allar þessar breytingar sem eru út af hitnun jarðar, eru náttúrulega að hafa áhrif líka á okkur öll. Og formennska Íslands í Norðurskautsráðinu mun horfa svolítið á fólkið á norðurslóðum. Það eitt af áherslum og sennilega mun formennskan horfa á ungt fólk. Og svo varst að tala geðheilbrigðismál við mig áðan. Já, ég hef fengið áhuga á þessu máli ennþá meira vegna þess að ég geðhjúkrunarfræðingur. Og það sem að ég að komast að bara með því að kynna mér þetta ennþá frekar hvað geðræn vandamáli eru algeng á norðurslóðum og sérstaklega hjá frumbyggjónum sem sérstaklega viðkvæmur hópur og þar eru þau að fást við bara sjálfsvígstíðni sem að maður bara rosalega há ef við bara miðum við það að Ísland nú svona í öðru sæti á Norðurlöndunum, Finnland eru hærri en við að þá ef þú bara hugsar Grænland þá eru þeir með 4 sinnum hærri sjálfsvígstíðni heldur en Íslendingar. Og hvað til ráða? Einhver hugmyndur hvernig þetta? Það einmitt eitt af verkefnum innan Norðurskautsins hefur verið að skoða hvað hægt að gera og það búið að skoða ýmislegt og reyna ýmislegt en kannski að ég fór á ráðstefnu í Inari í Norður-Finnlandi núna í febrúar þar sem var að vera að ræða sjálfsvíg og ég heyrði á frumbyggjónum svolítið sem að ég heyrði líka þegar að ég var að vinna á Landspítalanum varðandi geðheilbrigðismál á geðsviðinu þar. Það setningin ekkert mig án mín sem þýðir að frumbyggjarnir segja ok, ekki þið vera að koma og segja okkur hvernig við eigum að tækla okkar vandamál. Við viljum vera með, við höldum að þetta virki ekki nema við séum raunverulegir og virkir þáttakendur í því skilur hvernig við ætlum að fást við þetta. Og því miður hefur sjálfsvígstíðnin ekki lækkað, ekki umtalsvert á þessum slóðum. Og þegar ég fór í fyrsta skipti á Arctic Circle í Reykjavík í fyrra, þá hlustaði ég á grænlenska unga konu sem kom frá Nuuk, en hún fæddist miklu norðar í Grænlandi og var að segja það að á undanförnum 3 árum í hennar lífi hafði hún mist eitthvað nokkra tugi vina úr sjálfsvígi, úr mjög litlu samfélagi. Þannig að mér brá svolítið að heyra hversu alvarlegt þetta væri. En það sem að mér langar svo að spurja hvort að áföll í æsku geti haft áhrif á sjálfsvíg og það eitthvað sem við erum að spyrja okkur að núna vísindasamfélagið og við erum líka að tala áfallamiðaða þjónustu og einmitt á norðurslóðinu það eru svo mörg áföll sem að hafa dunið yfir frumbyggjana og ég þá ekki bara að tala umhverfið og nýjar aðstæður sem hafa skapast af því heldur ég þurfti að ritrýna bókarkafla, núna einmitt bókarkafla sem að tengist norðurslóðunum og ég og Olga Ásrún Stefánsdóttir sem iðjuþjálfi í Háskólanum á Akureyri skrifuðum einn kafla en í verkefninu fólst að við þurftum líka að ritrýna einn kafla og þess vegna datt ég alveg ofan í einn kaflan mjög vel og sá kafli var skrifaður af stúlku sem mannfræðingur og hún var að skrifa sem sagt fæðu og breytingar á fæðu og hvernig það hefur áhrif og ég bara þetta eitthvað svo ókunnugt fyrir mér en síðan var hún sem sagt þessi kona með viðtöl við eldri hjón og þau voru bara að segja frá því að þegar að börnin þeirra voru send í heimavistarskóla og þar þurftu þau algjörlega aftengja sig, þau voru samar í Norður-Noregi og þar þurftu þau algjörlega aftengja allar sína siður og venjur og taka upp
vestrænar, vestrænar, þau bara fengu ekki að borða matinn sem þau eru vön og allt þetta. Og það sem að koma í ljós að þegar að frumbyggjarnir eru núna að borða vestræna mat, að þá eru þeir farnir að fást við alla þessa sjúkdóma sem við erum að fást við á Vesturlöndum, sem þeir voru lausir við, offituna, sykursýkina, hjarta- og æðasjúkdóma. Þannig að sko, maður spyr sig oft sko, hvar gæðin séu? Nákvæmlega. Við getum talað þetta í allt kvöld. Tíminn því við hlaupum frá okkur. Takk fyrir að koma og segja frá þessu og vonandi bara getum við einhvern veginn látið til okkar taka í málefnum norðurslóða. Ég vona það. Takk fyrir. Takk, sömuleiðis.